Já, komið sæl. Kona fer nú bara svolítið hjá sér við svona glæsilega kynningu. Ég vona nú bara í standi undir þessu öllu saman. En já, ég syns að kom til að tala dreka og ég hélt nú fyrst og hringdi, ég ætti kannski að kynna bók eða eitthvað svona, eins og flestir sem að hringi mig þessa dagana að biðja en hún skeytti við svona aftur að þú mátt alveg líka tala bókina. Þannig ég ætla að enda því að auglýsa hana. En ég veit ekki hvernig ég ósköpunni á að tengja það saman við þessar sögur sem ég ætla að segja ykkur. Nema kannski að þessu leita. Hér sérst kápan eins og þið sjáið, Vígróði heitir bókin og hér aðalpersonan, eða svona, kannski ekki aðalpersonu, aukapersonu okkar lífi í fjölskyldunni, það drekinn. Og svo þegar bókin kom út þá var drekahöfuð á víkingaskipi á kápunni sem ég fannst svolítið svona, mér fannst það bara fyndið. En sem sagt, ég ætla bara að byrja á því, þetta ekki sjúkrasaga, þetta bara eins bara örstutt fyrir þá sem að, svona til þess að útskýra bara hvernig ég hvernig þetta fyrirbæri kemur upp. Það kemur eitthvað blikk sem mjög einkennilegt, en þetta náttúrulega vekja athygli á hippokampusinum. En það sem þannig að árið 2006 þá bjöggum við fjölskyldan, ég og maðurinn minn sem heitir Björgvin Ingimarsson, út í Skotlandi og vorum þar flutt búferlum 2005 til þess að fara í nám. Ég var að fara í þjóðfræði, í framhaldsnám, meistaranám og hann var í meistaranámi í heilsusálfræði. Og fórum þetta með börnin okkar 3 sem að voru þá 2 ára, 12 ára og 19 ára? Nei, 18 ára, eitthvað. Þau komu með okkur og fljótlega eftir að maður mér byrjaði náminu þá fór hann að taka eftir því á þess að hafa neitt miklar ágjur af því að hann gat alls ekki lagt nöfnin á minnið á samnemendur sínum og alls ekki kennarunum heldur. Hann hugsaði ekkert sérstaklega það því að þetta var náttúrulega allt ensk nöfn og maður er kannski ekki góður í að læra öllu sem McDonald nöfn hérna í Skotlandi. En svo gerist það sem sagt snemma á árinu að hann fær mjög furðulegt kast og síðan annað svona 3 vikur seinna og síðan á og til yfir sumarið og við skildum ekkert hvað þetta var. Þetta var svo ofsalega skrítið. Þetta var svona einhverja 2 mínútur að þá allt í einu leið honum eins og hann upplifði einhver bernsku minningar mjög sterkt og eins konar déjà vu tilfinningum var svo mögnuð að hann fannst að vita algjörlega hvað myndi gerast næst. Hann upplifði það að fólk í kringum hann eða var að tala eitthvað þá væri það að tala þessar bernsku minningar hans. Eða á kveikt á útvarpi þá fannst hann eins og þulun útvarpin var að tala þetta. En á sama tíma vissi hann og gerði sér grein fyrir þetta gat ekki staðist, þetta var svo fáránlegt. En hann misti ekki rænu og ekki neitt, fekk náttúrulega hjartslátt eða bara svona því að hann brása við þetta og svo fekk hann einhver svona undarlega tilfinningur í magann sem hann þurfti að kasta upp og svo kom enda þetta allt saman á einhver dómsdagstilfinningu. Og ég googlaði og leitaði, eitthvað hann talaði það var eins og lífið bara ryki framhjá augum sér á einhver sekundum og svona og ég reyndi að googla það og það kom eiginlega ekkert út úr þessu. Enda með því að fór svo til heimilislækna 2 með nokkra vikna millibili og þeir sögðu, bara eitthvað stressaður vinnur, eitthvað blóðþrýstingsmál og senda hann heim aftur. En síðan þegar bætti við hausti lýsinguna í þessum skrýtnu köstum að þá fyndi hann undarlegt bragð, að þá kveikti ég á einhverju flóaveikisperu, vegna þess að elsta dóttir mín, sem núna 25 ára, hún hefur verið með grandmal flóaveiki frá því hún var 12 ára. Og taugasérfræðingurinn hafi oft nefnt þetta hvort hún fengi svona áru, hvort hún fengi eitthvað bragð í munnin eða einhverja svona tilfinningu áður köstin kæmu sem hún hefur reyndar aldrei gert. Þannig að við fórum svona út frá þess að tala við læknismenntaða vin okkar og hann greindi hann svona með mjög sjaldgæfa tegunda flóaveiki sem að enginn kann skýringar á, yfirleitt í 90% tilvika eða 98% tilvika held ég, algjörlega óskýranlega, en 2% tilvika nú völdum heilaæxlis. Og með það fór hann til heimilislæknisins og var sendur í segulómun og út úr því kom í nóvember 2006 þá fengum við að vita niðurstöðunum það að segulómyndinni sást mjög stórt heilaæxli í vinstra gagnaugarblaði og 16. nóvember átti hann síðan 41 og sammæli og 17. nóvember fekk hann skikkju á herðarnar og hatt á hausinn og útskrifaðist sem heilsusálfræðingur frá Háskóla í Edinborg. Þetta er svona líklega skrýtnasta vika í líf okkar sem maður getur munið eftir. En sem sagt á þessum tíma að þá var ég, af því við byggum í Skotlandi, þá var ég farin að skrifa blogg til að leyfa fólkinu heima að fylgjast með hvað var að gerast og náttúrulega með 2 ára tátu með okkur og ömmurnar og afarnir vildu náttúrulega fylgjast með hvað var að gerast hjá okkur og við tókum eiginlega fljótlega þá ákvörðun að deila reynslu okkar af því sem af þessari ferðum veröld krabbameinsins með fólkinu okkar og það var svona að hluta til var að praktist bara, ég gat ekki verið að endurtaka þetta endalaust fyrir fólki og
þá náttúrulega þetta alls konar atriði sem myndi þá fara á mig, það er líka rándýrt að hringja til Skotlands til að fá alltaf fréttir og smá saman komst ég líka að þetta var mjög gott fyrir mig. Ég gat talað það sem var að gerast og ég þurfti að finna jákvæðu hliðarnar á öllu sem gerðist til þess að einhvern veginn, já, ég var náttúrulega vissulega líka að vernda fólki mitt, aldra móðir hans sem var miklar áhyggjur og bara fólki okkar, þannig að ég leitaðist alltaf við að finna alltaf jákvæðu sem ég mögulega gat í stöðinni. Þannig að þannig kemur það til að við fórum að tala drekann og það var þannig að dóttur okkar, hún hafi fengið þessa bók í jólagjöf frá og afa, barnabókaverðlaun þetta ár 2006, sagan af undirfögru prinsessunni og hugraka prinsinum hennar. Og ég setti sögun okkar upp eiginlega í þetta form vegna þess að í þessari skemmtilega bók þá eru hinn undirfara prinsessa alveg skelfileg skessa, hugraki prinsin blindur austalingur og drekinn bara, eins og þið sáu þarna forsíðunni sko, hann ekki mjög vígalegur. Já, þetta betra svona. Já. Þetta leitar upp á þig. Svona. Allavega. Já, sem sagt, þannig að ég setti þetta svona í þetta ævintýra form og kallaði mér náttúrulega prinsessuna undirfögru og birti eins og sem myndir af þessari tannljótu og hræðilegu konu í leiðinni og talaði eiginlega hann sem sko hugrakka riddarann, manni minn. Og hann gekk síðan undir stóra skurðagerð þar sem tókst að taka helminginn af æxlinu. Þetta var nú tæplega 8 cm stórt æxli og ég vissi þannig sem betur fyrir ekki fyrir síðar að það nú eiginlega bara með því stærsta sem að gerist. Og það komið ljós líka, eða svona menn hafa svona, læknarnir hafa ályktað það að það hafa líklega verið að vaksa bara frá því hann var drengur vegna þess að þau vaxið svo hægt á þess að valda nokkrum einustu einkennum nema þessum litlu vægu einkennum sem að síðan gerði vart við sig 2006. Þannig að hann veiktist eiginlega ekkert fyrir þeir fóru að læknar, eins og sumir þekkja. Menn eru bara hressir þangað að læknarnir komast í máli. En skurðagerðin gekk reynda vel, þó þau tækju nú ekki nema helminginn af þessu og þá léttu þeir samt mikilvæg, léttu þrýstingi af miðlínu heilans og reynir verið björguðu líf hans því þetta var orðið svona stórt og þrýsti alls þar á. Og svo fekk hann lyf náttúrulega í flóaveikinu og hún komst ágætlega undir stjórn þannig að hann fekk mjög sjaldan kost, kannski einu sinni í mánuði eitthvað svoleiðis. Og síðan fór hann í geislameðferð og og hún gekk alveg ágætlega en 5 vikum eftir henni var lokið þá veiktist hann ansi mikið. Þá sem kom þessi geislaþreyta sem margir þekkja bara eins og sleggja. Og hann átti við hana að stríða í svona 1,5 ár, kannski 2 ár sem að hann var aldrei náð fullri orku en samt sem áður, bara orðin mjög góð og búin að eiga mjög góðan tími 5,5 ár, að þá gerist það að það sjást breytingur á æxlunum, það er alltaf hann er alltaf myndaður hálfsársfresti og þá koma breytingar og ljós í byrjun ágúst, byrjun september, 4 vikur síðar var alltaf komið nýtt æxli á annan stað í hvirfilblæðinu sem var 2,5 cm og þetta bara vaxið svona hratt. En það er sem betur fer af sömu gráðu, það eru 4 græður eftir því hversu hægt það vex, eða hratt það vex réttara sagt og hversu ífarandi æxlið er. Þannig að það er allt betur en 4. gráðan. Þannig að við horfum á það er 3. gráði hjá honum og það er líka mjög jákvætt að hann hefur fengið svona langan tíma á milli fyrsta og annars skiptis. Það er bara að vita að heilakrabbinn tekur sig alltaf upp, þetta er ólæknandi sjúkdómur, kemur alltaf aftur en það veit enginn hvenar. Þannig að við höfum svona kannski fengið með þessu mjög sterk áminningu það að hver einasti dag skiptir máli. En í þessu bloggi mínu þá lagði ég svolítið áherslu það að við værum að eiga við þennan dreka og hann er þarna lostinn á blindrastafrindar í bókinni en ég skreytti þetta nú með lýsingunum mínu á því sem ég kallaði geislastríðið og hefði þetta fyrir ljósgeislan eða geislan sem er sendur í drekan og svo nota ég alltaf þessa samlíkingu við ævintýri og það kemur kannski einhver leyti til að því að ég er þjóðfræðingur að mennt en það er eiginlega þannig alltaf að við erum þannig á þetta, við erum hvert og eitt hetjan okkar lífi. Nú er ég ekkert endilega að tala einhver krabbameinssjúklingi sem akkurat hetjuna, eins og öllum er mjög títt að tala það sem miklar hetjur. Mér finnst, þetta á við alveg við okkur öll, og alveg eins aðstandendur eins og alla hina. Og það er til dæmis þetta hetjunni hrundið af stað út í ævintýri. Ævintýri byrjar aldrei þannig að hetjan okkur, jæja, nú ætlum ég að fara að leita mér ævintýrum. Nei, henni er hent út í djúpulaugina bara, gjörsóla synda. Og þeir sem hafa séð Superman myndina, þeir muni eftir því að hún sprengt plánetan og hann sendur út í geiminn, út í ævintýrið
og mér fannst svona, það kannski svolítið þannig að jörðin svolítið kipt undan fótunum á manni þegar maður fer að staði í þetta ferðalag sem að krabbameinið bara svo veröld og maður leggur bara af stað og svo mætum við hjálparhellum á leiðinni sem gefa góð ráð og töfragripi. Þannig þetta í öllum ævintýrum, við vitum það, maður hittir eitthvað dverg eða einhverja gamla konu, hún gefur manni góð ráð sem að gefa manni styrk til að halda áfram og leysa þrautina sem býður vegna þess að svo kemur skúrkurinn til sögunar eða tröllið eða drekinn. Og það þarf að leysa alls konar þrautir, það getur verið, það þarf að brjóta fjörögg tröllsins eða það þarf að aðhafast eitthvað sem að tekur á kjark og hetjan alltaf þetta olnbogabarn eða þessi lítilmagni þessi sem engin bjóst við að gæta einhver skapaðan hlut. Og þess vegna kannski samsama ég mig svolítið við þetta og kannski geta það fleiri vegna þess að hvert sig finnst okkur alltaf svolítið ég nú kannski ekki alveg hugur okkur næsti maður. En þegar að því kemur að maður neyðist að leysa þessar þrautir þá gerum við það nú á endanum. Og síðan ber hetjan sigur á drekanum og fær auðvitað prinsessuna hálft kóngsríki af launum. Og ég hef svona, síðan ég vissi það og komst hún eitthvað ræðið til snemma, heila krabbaminn væri ólæknandi og þessi dreki það þyrfti að sparkja hann oft og mörgur sinnum og berja niður og að því kæmi náttúrulega að hann, ég vil ekki segja að hefði sigur, heldur hann mun verða manni mínum að aldur til það er bara einhvað sem við vitum og verðum bara sætt okkur við. En kóngsríkið, það getur verið svo margt, það getur bara, í mínum augum það hamingjan. Það er dagurinn í dag og það er gleðin yfir því að vera til dag. Og það er einhver sigur sem maður vinnur á hverjum degi. Svo það maður náttúrulega ákveðin útbúnað í þetta ferðalag og það finnst mér nú fyrst og fremst líka mikilvægt þessi hjálparhellur sem maður mætir á leiðinni. Það er allt þetta dásamlega starfsfólk sem gengur með hvítum og grænum sloppum og hjálpar okkur. Og ég hef eiginlega aldrei mætt, þú voru yndislega út í Skotlandi þegar maður minn gekk í gegnum meðferð þar og ég nánast tilbað skurðlækninn eins og mér skilst að hendur sem að það var einhvern veginn alveg saman hversu slæma fréttina sagði okkur. Maður kom alltaf aðeins ánæður út Þau eru alveg ótrúlega hæfileg, ég ætla að geta sagt mann endalaust vonda fréttir, nei greiningin og ekki alveg þriðja, heldur svona meira svona í 8/4. Við náðum ekki öllu eins og ætluðum, við náðum bara helmingnum. Alltaf maður svona, já, þetta gæti nú verið verra. Og svo náttúrulega vinirnir og ættingjarnir sem að þannig nýttist bloggið mér svo vel. Heyrist eitthvað í þessu? Þetta er lagi. Að bloggið nýttist mér svo vel til þess að gefa vinum okkar og ættingum færi á að sýna okkur stuðning. Og ég komst að því og ekki hissa á raun og veru þegar hugsaði sjálf það er erfitt að taka upp símann og hringja eitthvað sem er búin að fá upplýsingar það sem er ólæknandi sjúkdóm mjög alvarlegan. Hvað á maður að segja? Og hvernig getur maður langar að segja eitthvað en hvað er viðeigandi? Þannig að þarna gefur, með því að fólk getur skrifað á bloggið og í dag náttúrulega á Facebook sem var ekki komið svona sterkt til Íslands að þá hefur fólk færi á að segja að við hugsum til ykkar, við sendum ykkur ljós, við sendum ykkur kærleika. Og til dæmis þegar hann gekkst undir hennar stóra uppskurð í Skotlandi að þá fengum við svo gríðarlega fjölda af kveðjum að þegar ég sat í sjúkrabeðans kvöldið þegar ég fekk komin á stofuna eftir að hann var búin að vera skurðarborðin einhverja 7 tíma að þá fann ég hreinlega allan hennar kærleika og ljós bara inn í mér. Og ég var bara algjörlega æðrulaus og róleg og ég fylltist bara einhverju ótrúlegu styrk af því ég vissi af öllu þessu fólki sem var að senda okkur góðan hug. Þannig ég veit ekkert af hverju það er þannig, ég bara veit að það er þannig. Og mér finnst þetta er svo rosalega mikilvægt að fólk hafi eitthvað svona aðferð til að tjá stuðningin. Nú, já, viðtekt. Mér finnst það að vera lykillinn einhvern veginn. Það er bara að horfa á hlutina, svona er þetta, án þess að hugsa, mikið rosalega er þetta ósanngjarnt, mikið ofsalega vildi ég þetta vera öðruvísi og akkur kom þetta fyrir okkur eitthvað slíkt, heldur bara að segja svona er þetta. Bara taka við því, gangast við því svona veruleikinn og hvað ætla ég svo að gera í daginn í dag. Í staðið fyrir að eyða orkunni í að argast yfir einhverju sem ég get hvort sem er ekki breytt. Húmor, það er náttúrulega bara, held ég líka, alveg gríðarlega mikilvægt að geta séð það skondnaði í lífinu sem er út allt. Maður þarf reyndar að horfa eftir því. Maður þarf kannski að horfa meira eftir því þegar maður er í erfiðum kringumstæðum. En það er samt held ég einhver leiti ákvörðun sem maður þarf að taka. Að maður ætla að leita að því sem er skondið og skemmtilegt. Og við erum náttúrulega líka svo heppin að hafa þessa litlu gleðisprengju heimilinu sem er dóttir okkar, sem er núna 8 ára, sem er svo forvitin og lífsglöð og ég er svo viss að það er svo margir sem að einmitt geta fundið þessa gleði gegnum börnin því þau kunna að lifa deginum í dag.
Þau hafa ekki ágjörð því sem gerist kannski seinna ef til vill og hvað ég þá að gera. Þau ekki á þeim stað. Þau bara hér og nú, hvað skemmtilegt að gera núna? Og hún hefur verið okkur alveg ómetanlega mikið ljós og hjálpi í því að geta hlegið. Tala sko allt það sem hefur dottið upp úr henni. Þakklætið fyrir það sem við höfum og svo meira þakklæti og svo enn meira þakklæti. Það alltaf eitthvað hægt að þakka fyrir. Það eiginlega alveg sama í hvaða kringumstæðum við erum. Og ég gerði mér það að venju tíma að telja alltaf eitthvað upp í huganum og ég fór að sofa á kvöldin, einhverja 3 hluti sem ég gat verið þakklátt fyrir. Og það þetta mörg ár síðan ég byrjaði á því, löngu áður en þetta gerðist. En það hefur verið mér held ég dýrmætasta veganesti. Ég get þakka frá mér reiði og óánægju og ergelsi, ég get þakka eiginlega allt frá mér sem erfitt að eiga við. Og mér finnst rosalega mikilvægt að líka að sko, fyrir mér var það gríðarlega mikilvægt að skilja hennar sjúkdóm. Og ég hafði aldrei áður átt neitt nálægt mér sem hafði fengið krabbamein. Á sama tíma maður mér veiktist, greindist einn besta vinkona mín á menntaskóla með brjóstakrabbamein og þau voru eiginlega á sama tíma að fara í gegnum meðferð. Og þannig að þetta var svona eins og komin í algjörlega nýja veröld. Og talum heilaæxli sem eru svo sjaldgæf að þá náttúrulega ekkert lesefni á íslensku en ég lá bara á netinu og lærði læknalatinu bara svona sko. En maðurinn minn hann var svona innan gæslappa svo heppinn að hann getur eiginlega ekki tileinka sér ný hugtök eða ný nöfn. Þannig að hann getur ennþá ekki sagt hvað æxli hans heitir. Þó ég geti reynt þessu upp á mér svo ekkert sé, astrocytoma. Anaplastik astrocytoma greiða 3. Ekki málið sko. Þannig að ég las mjög mikið af svona læknisfræðilegum greinum hvað hægt að gera, hvernig þetta og svona. Og kom svo sem að því nokkuð fljótlega að þetta ekkert rosalega flókið. Krabbameinssumir eru bara, það þetta að segja krabbamein svolítið svona, eins og ég útskýri þetta kannski fyrir sko, dóttur minni. Það svona þegar lítil börn verða til þá koma 2 frumur saman og þeim fjölgar og það verða eitthvað sérstakar og þessi verður handleggirnir og þessi verður hjarta og svo framvegis. En þegar einhver fær svona æxli sem heitir krabbamein, þá alveg öfugt. Þá bara byrjaði að vaxa einhverju svona frumur sem halda að fara að gera við eitthvað og það verða bara lélegri. Þá kallar bara deyja. Og það bara orðna bara einhver svona klump sem fyrir og það þarf að taka hann burt. Þannig að mér finnst þetta bara svona, já, þetta bara sjúkdómur og það þarf bara að skilja hann. Vegna þess að það sem maður ekki skilur miklu skelfilegra heldur en það sem maður svo skilur. Og ef maður kemur orðum á hlutunum, að það mikið svo miklu auðveldara heldur en að bara setja einn og hugsa um þá. Og þetta náttúrulega trikk sem að rithöfundar nota, nú hlýðast megin bókinni hérna. Ef maður ætlar að lýsa einhverju mjög óhugnanlegu, þá best að leiða fólki alveg að brúninni og fara svo eitthvað annað. Vegna þess að það sem þið getur ímyndað ykkur miklu verra heldur en það sem ég get sett í orð. Ég þarf bara að gefa ykkur alls konar svona hráefni í þetta og svo bara kemur skelfingin sko alveg að sjálfu sér vegna þess að ímyndunaraflið svo sterkt. Og það alveg eins með sjúkdóma að það sem við getum ímyndað okkur að gæti gerst, kannski hugsanlega seinna ef til vill, mikið verra heldur en akkurat það sem horfum á í dag. Við förum alltaf einhvern veginn, þurfum alltaf að taka þetta aðeins lengra. Við getum aldrei sagt, já, kannski bara lagast þetta. Nei, þetta verður mun örugglega versna. Og svo förum við bara alveg langt fram úr okkur. Og þögnin það sem að einhvern veginn ótti nærist á. Fyrir manninu mínum, þá hans leið var önnur heldur en mín. Einhver leiti fór hann í afneitun, sem að svo ofsalega skiljanlegt. Og það kom líka fyrir suma ættingi okkar, þeir bara gátu ekki rætt þetta og vildu og einn vinnur okkar hringdi og sagði, ég get ekki tala þetta við ykkur, þið verður bara, ég get ekki hringt, get ekki tala. Og þetta var bara of erfitt fyrir hann. En maðurinn minn eiginlega þá leið sko að hann sagði, ég innbytti mér að því að láta mig batna og hvíla mig og gera það sem ég þarf að gera. Þú sér bara fólkið og þú sér upplýsingarnar og allt það. Og við bara samþýttum það, svo leiðis var það bara. En svo bara náttúrulega með tímanu smá saman auðvitað tók hann inn þessar upplýsingar sem við vitum í dag og hvernig staðan En ég held, þetta var lífsnauðsynlegt fyrir hann á þeim tíma. Þetta svo rosalega mikið átak að horfa framan í dauðan. Að það erfiðasta sem við gerum öll ævina, að ég viðst þegar óttan við dauðan. En það sem við þurfum að gera. Við þurfum að sætta okkur bara við það. Að það ekkert okkar eilíft. Það bara þannig. Sumir fá að vita að fyrr hvenær þeir fara, eða svona það bil að þeir fá að fara fyrr. Aðrir fá enga viðvörun, þeir ganga fyrir næsta strætisvagn og eru bara horfnir. Og að því leyti get ég hort á skólalæknandi sjúkdóma og sagt, við höfum þó allavega tíma. Við vitum að sko, svona það bil, að ég þekki svo margar sem hafa mist ástin mjög snögglega á þess að hafa nokkuð tíma aðdraganda og ég held að það sé miklu erfiðara.
Þetta er nú svona myndskreitingar úr blogginu sem að þar sem ég var náttúrulega að nota þetta hugtak geislastrið og var náttúrulega mjög vísað í geislarittarna Luke Skywalker með geislasverðið og ég nota þetta líka mjög mikið þegar ég var að tala við krakkana. Náttúrulega strákurinn minn sem var þá 12 ára og náttúrulega mjög mikill aðdáandi stjörnustríðsmyndanna allra og þekkti þessi hugtök og svo voru þau svo almennileg bæði út í Edinborg og eins líka þegar maður minn fór í geislameðferð núna í október og nóvember, bara núna nýbúin í henni, að ég fengi að taka myndir í bak og fyrir öllu sem er að gerast. Og ég á eina vinkonu sem kynntist út í Skotlandi, við vorum svona stuðningshópi sem er svolítið svipað eins og hefur í boði hérna fyrir aðstandendur til að tala saman og hún átti mann sem var með heilakrabbamein líka. Hún hafði aldrei farið með honum þegar hann fór í grímugerðina og hún sá það í fyrsta skipti þegar hún skoðaði myndir á blogginu mínu. Og það var henni svolítið dýrmætt vegna þess að hann hafði verið að reyna að útskýra hvernig þetta var og hún gat aldrei átt að sjá því. En þegar þú sér hlutin þá er hann bara alls ekki eins ógnvænlegur eins og þau hefur haldið. Og ég skrifaði heilmikið tækninu það hvernig þetta er hitað og sett yfir andlitið og fest og hvað þetta er sniðugt vegna þess að áður þurfti fólk að bara vera með kroti framan í sér út alla meðferðina, þess alltaf endurnýja krotið og þar sögðu einmitt við okkur á landsáð núna daginn þá hefði ekki fengið að hafa skeggi það hefði bara rakað á hann þurfti að hafa alltaf rakað til að vera hægt að teikna bara svæðið á. En þarna er komin þessi fínu grímur, bardagagrímur og hvað þurfa riddarar í stríði? Þeir þurfa náttúrulega bardagagrímur. Og þarna sjáu þið stærðina á geislasvæðinu. Þetta er æxli pluss 2 cm radíus og þessi stóri þá gamla æxli var endurgeisla núna í haust í ykkur 18 skipti. Það er alveg nýtt að það sé hægt að endurgeisla fólk þegar menn héldu að heilin þyldi ekki svona mikla geisla. En það hefur komið í ljós að það skilar árangri. Það heimur æxlið. Og síðan var geisla eingöngu í 12 skipti viðbútt á litla æxli sem var aftar og ofar og þá er sendt úr 3 áttum í drega ungan eins og við köllum það. Því að þetta er raun og veru bara ákvæmi fyrir æxli sem þetta er samskonar æxli en eingöngu úr 3 gráðufrumum. Og ég náttúrulega eins og það er mikið áhugamur drega og ég fann þessa skemmtilegu mynd í bókum breska drega. Þessi dregi dóa því að sparka í rassinn á honum og hann steinur því upp í kvæði á dauðastundinni ef þú hefðir ekki einmitt hitt akkurat þarna þá hefðir þér aldrei ráðið við mig. Og mér fannst þetta ákaflega skemmtileg samlíking. Það þarf alltaf að vera að sparka í rassinn á þessum dregum. Og þetta eru svona mínar aðferðir við að sparka í rassinn á dregunum. Að fræðast, að leita því sem er jákvætt og því sem maður má þakka fyrir. Og það er svo ótalmargt. Að gefa vinum og ættingu færi á að hjálpa og sýna skilningin og stuðningin og leita stöðugt að tilefni til að gleðjast og hlæja. Og allt þrítur, það er auðvitað hægt að horfa bara skemmtilega myndir í sjónvarpinu. Þætti og það er hægt að leita öllu bara því hvað gerir mig glaða, hvað gerir skemmtilega og það þarf ekki endilega alltaf að vera eitthvað með makanum eða með ástvinunum. Það er bara líka, maður þarf að næra sjálfa sig. Maður verður að fylla inn á sjálfsástina ef maður ætlar að hafa einhvern til að gefa öðrum. Þegar sá sem er kannski næstur þeim sem er veikur, hún eða hann er sú manneskja sem maður þarf að halda utan ansi marga og þá má maður ekki gleyma sjálfum sér. Að næra sjálfan sig og slaka á og hugsa eitthvað allt annað. Svo já, mér finnst þetta líka svo mikilvægt að taka eftir hjálparhellunum, taka eftir öllu þessu fólki sem er að vinnur við það að hjálpa og líka hinnum sem er líka að hjálpa þó þeir hafi ekki atvinnu af því. Skurðlæknir sem tók sér svona sýni úr þessu óskurðtæka nýja æxli. Já, enga mynd á henni en ein vinkona mín sagði að hann myndist alltaf á George Clooney. Ég er ekki alveg sammála en ég hugsaði ok, setjum hann upp, hann er mjög skurðlæknislegur allavega. Og þetta er prinsinn minn með aðalhjálparhellunum sínum þegar hann var að klára geislanum daginn. Það fengur náttúrulega bókagjöf fyrir Við vorum að spá í konfekt en svo fannst okkar það bara ekki viðeigandi. Ég er svo hneyksluð þegar ég kem í Andiri á Landspítalanum, ekkert maður nammi út allt. Þetta er uppáhaldsfæða krabbameinsfrumna, sykur. Hvað er að spítalanum? Svo þetta selt í apótekum og alls staðar. Nema Landspítala apótekinu, það er bara hólstöflur þar. En sem sagt, já, að taka eftir öllu því sem er hjálplegt og gagnlegt, hvaðan sem það kemur. Og það er einhvern veginn þannig, það er ekki maður sé opinn fyrir að leita einhverju sem maður tekur eftir. Ég veit ekki, ef maður er að hugsa það, þá sér maður það. Kannski þekkja maður að skipta bíl og þá fer maður alltaf að spá bílategundir. Myndi ég vilja eiga Volvo eða Toyota eða eitthvað svona og maður fer að horfa bílan í kringu sig og skoða og svo endar maður því að kaupa bara Toyota Avensis eins og við gerum. Og það er út allt eru Toyota Avensis. Það er bara annað hvern maður á sem bíl. Þarna er einn,
hann bróðir, hann þú veist, við köllum alltaf bræður, hann rauður bróðir, hann grár og svona. Og ég held þetta sé alveg eins með bara flest alla hluti. Reynda finnst mér líka með heilaæxli, sko, annarhver maður sérstaklega í svona dramatísku bíómyndum fá heilaæxli. Þetta alveg bara einhver uppáhalds ástæða fyrir því að fólk gerir einhverja mjög heimskulega hluti af því að það veit að það er að fara að deyja því með heilaæxli og svona. Og maður bara, ég gat verið, kemur þetta í bíómyndinni. En kannski er það bara því við tökum meira eftir því heldur nærri. Kannski hefur ekki tekið eftir því áður. En ef maður að leita einhverju sem jákvætt og fyndið, þá sér maður það miklu frekar heldur en ef maður gengur með hausinn yfir jörðu og leita bara því sem er sorglegt og dapurlegt. Já, rauðu umferðarljósin, það er kannski rétt að, það var eitt af því sem ég lærði ágætu slökunarnámskeið sem ég fór á hjá svona ráðgjafarþjónustu sem heitir Maggie's Center og er rekið við þennan spítala sem maður með var í meðferð. Og það var þetta að nota öll tækifæri sem maður getur til að bara svona anda djúpt og slaka og rauðu umferðarljós alveg tilvalin í það. Svo þú kemst hvorki lönd né strönd, þú tilneydd til að bíða og það þýðir ekkert að ergja sig á því. Gott tækifæri til að slaka á. Ég er alltaf mjög glöð kemst á rautt ljós. Ég er ekki sérstaklega örugg sem bílstjóri þannig að það er enn mikilvægara fyrir mig en ella. Og svo líka ábendingar og svona skilaboð finnst mér út allt eiginlega. Og til dæmis sko í götunni sem við bjöggum þar var lítið kirkja og það var svona auglýsingaskilti og stundum voru það tilkynningar messur eitthvað svona og stundum voru bara bein skilaboð ofan. We need to talk. God, don't make me come down there. Og mér fannst þetta bara þetta var alltaf beint til mín sko. Svo ég bara talaði þessu Guð og ræddi við hann hvað væri best að gera og hvernig og svona fyrir mér og ég ekki er bara fyrir mér er þannig að ég er trúið og ég trúi á Guð sem kærleiksafl og ég tala hana því ég held að Guð sé svo leiður á að vera eða leið og ég tala alltaf í kallkyni vegna sem Guð er náttúrulega hvorki kallinn kona bara svona aðeins að jafna balansinn sko. Þessa mynd sendi okkur vinur sem var á ferðalagi daginn og kom á geðsjúkrahús og það var þetta rosalega stóra myndverk fallegt sem stendur að worry never robs tomorrow of its sorrow, it only saps today of its joy. Þetta áhyggjan rænir dregur ekkert úr sorg morgundagsins, hún sígur bara í sig gleði dagsins í dag. Áhyggjur fær okkur ekkert. Og hann tók strax mynda af þessi síma sín og sendi okkur, mér fannst þetta bara alveg yndislegt. Af því svona skilabóður eru allt, okkur finnst þetta kannski klisjun en það eru það vegna þess að þeir eru sígildar, þeir eru góð skilabóð. Já, bogginn, það er ég er alltaf að lesa Harry Potter, ég er nýbúin með bók 3 í 3. sinn. Og það kemur til að því ég á 3 börn og það er langt á milli þeirra og ég er alltaf svo glöð þegar við getum fært okkur úr því að lesa Barbapapa og Smjattpattana upp í það að lesa kaplabækur og þá er Harry Potter hefur tekinn hvert öðru barninu og svo það taka þau reyndar sjálf við svona þegar maður er orðin vel læs. En í þessu 3. bókinni þá erum við kynnt fyrir bogganum og það er vera sem engin veit hvernig lítur út, felur sig í klæðaskápum og kjöllarum og skúmaskotum og leið og hún birtist einhverju manneskju þá tekur hún á sig þá mynd sem sú manneskja óttast mest af öllu. Og eina leiðin til að losna við hennar bogga er að gera hann hlægilegan. Þá leysist hann upp í reykjabólstur og sést ekki framar. Og er myndin af þessum hræðilega kennara Snape, sem ég finnst persónulega leikinn á mjög flottum leikara, Alan Rickman, rosalega myndilega maður. En hann leikur þetta hundleiðilega kennara sem að einn nemandana er ákaflega hræddur við, sá sem að er að æfa sig að ráða niðurlögum á bogga og kennarinn segir að láta hann fara í föt ömmu sinnar. Ammas er klædd í grænan kjól með rauða handtösku og með hatt sem á er uppstoppaður hrægammur. Og þegar bogginn kemur út þá birtist hann fyrst sem þessi ókveikjandi Snape kennari og síðan allt í einu er hann komin í þessu föt og það skellilega allir og hann og þetta er það sem að ég vil svolítið gera við þennan dreka okkar. Ef þú getur hlegið af hlutunum þá slaknar á spennunni. Þá hættir hjarta að berjast svona rætt. Það dregur máttinn það dregur máttinn úr því sem óttnust. Og kannski er einmitt óttinn mest í bogginn. Að óttast óttan er það sem Harry Potter gerir og hann er mest hræddur við það, að verða hræddur. Og þetta eru svona lokaorðin mín þennan dreka. Þetta er svona mín leið til að takast á við hlutina. Bara sættast við það að ég veit ekkert hvað gerist á morgun. Og stundum hugsa ég það er líka eins gott, þá myndi ég bara ekkert fara fram úr sem að daga. Ég vissi hvað var að gerast þann daginn. Og eins og ég var að segja á hann, að sleppa því að hugsa hvað þetta er ósanngjarnt. Eitt af fyrsta sem maður mér sagði, þegar ég fór mig eitthvað að ræða þetta,
þegar hann var nýkomið greininguna, þá sagði hann þetta, væri það eitthvað sanngjarnt en einhver annar hefði ekki heila æxli. Hvernig, það er bara þessi hugsun á ekki við. Og líka að sættast við þessa þjóðlösun, það lifir enginn að eilífu, hvorki ég en ég aðrir. Þau sem fá krabbamein og þau sem elska þá sem að fengja krabbamein, þau fá bara að vita þetta, þurfa að fá þessa leksíu aldrei fyrr. Og það sagði við mig hérna geðlæknir sem ég var að ræða við daginn þessi mál, þá sagði hann sko þeir sem að fá þeir sem að fá besta tíman fyrir andlátur sitt þeir sem að ná þessum þroska. Þeir sem aldrei settu sig það og finnst það alltaf ósanngjarnt að þeir sko einmitt þurfa að deyja og vera veikir eitthvað svona, þeir eiga bara mjög erfitt og þeirra andlát verður alltaf miklu erfiðara og ævina vitanlega líka. Og þegar ég missi mig auðvitað eins og ég geri það, ég gera það, maður missir sig út í áhyggjur, hvernig fer þetta nú allt saman og hvað ég gerir þetta gerist og hitt gerist, að þá þarf ég bara að draga mig tilbaka inn í daginn í dag og hugsa hvað er verkefni í dag? Ég get alveg ráðið þennan dag, ég þarf ekki að hugsa núna það, hvernig eigum að fara að þegar að dóttir minn á ekki lengur föður, þegar ég þarf að skipleggja jarðarför eða allar þessar hugsanir sem sækja að manni á nornatímanum eins og ein vinkona mér kallaði milli 3 og 4 nóttinni þegar maður getur ekki sofið, sem auðvitað hendir alla. Að ég þarf bara að draga mig inn í þann verkefni sem er bara dagurinn í dag, það er ekkert flóknara. Og nú koma því að tengja hérna þessa dreka, ég veit ekki hvernig að fara því. En sérst, meðan að maður minn, ég var með bók 2005, síðan skrifaði ég bók sem kom út 2009, hún heitir Auður djúpbók, heitir Auður bara, svo sem kom 2009. Og hérna fjallar landnámskonuna Auður djúpbók og þegar hún er unga árum, elst upp í Suðureyjum sem er vestur á Skotlandi og það kom nú svolítið til að því við byggum í Skotlandi að þetta söguefni leita á mig að því að landnáma segir frá því að hún hafi komið þaðan til Íslands og fjölskyldan hennar hafi komið frá Noregi til Bretlandseyja, búið þar og síðan fer þessi kynslóð og þetta eru mörg systkini og margir frændur. Þetta er eiginlega, ef maður raðar þessu upp á landakort, að þá eiginlega lögðu undir sig eiginlega allt Ísland nema bara Austfirðina. Þau raða sér hérna í kringum. Helgi Magri sem er mágur hennar, hann var og Þórunn systir hennar voru í Eyjafirðinum, hún var í Dölunum, Björn Austræni, elsti bróðurinn, var á Snæfellsnesi og Ketill systursonur hennar, sonur Jórunnar Mannvitsbrekku, hann var á Síðu, þar sem er núna Kirkjubæjarklaustur, hét Kirkjubæjar þá, samkvæmt landnámi, og síðan voru sko bræðrungar eða sko sem að þremenningar við Auði, einhverju 9 bræður sem að röðu sér eftir allir Suðurströndinni. Þannig að þetta er alveg gríðarlega stór ætt og í Vígróða er ég svolítið að segja ekki bara frá Auði heldur líka bara þessu fólki, hvernig lífið þau lifðu á af hverju ákveðu að koma til Íslands, af hverju ákveðu að leggja allt í sölurnar til þess að fara frá heimahögunum og yfir úfið úthafið þar sem þau hefði engin siglingatæki náttúrulega nema bara sólin og stjörnurnar. Þetta er svona kort af sögursögunni sem er greinilega allt og ljóst til að þið sjáu þetta almennilega. En hérna er þess að þetta er norðurhluti Skotlands sem heitir Pjettland hérna vegna þess að það hét það á þessum tíma. Það fór ekki heita Skotland fyrir bara svona 100 árum síðar eða svo. Og hérna er allt morandi í norrænum örnefnum. Ég bjó til mjög fá, svona 1 og 1, en flest getur maður bara séð mjög auðveldlega út úr nöfnunum sem er þarna. Svo hef ég sótt í líka Orkneyingarsögu til þess að finna staðaheitin, til dæmis bær sem heitir Skrapster í dag og er hérna alveg nyrst. Það er þar fór nú lengi ferja yfir til Orkneyja. Ég held að norræna hafi komið þangað alltaf. Það hét Skarabólstaður fyrir 1000 árum. Það er bara búið að klæsa þið saman. Og það er náttúrulega að hafa komið þarna eftir norrænum koma írsku eða gelísku mælandi fólk og síðan koma englendingar sem að kunna latínu og eru kortagerðarmennirnir og þeir fara að reyna að heyra hvað fólki segir og þetta kemur út á kortinu á 21. öld, Skrapster, Skarabólstaður. Allir þessi nöfn sem enda á ster á Englandi og Bretlandseyjum það er staðir. Og eða BSTR þá er það bólstaður. Svona krumpast þetta allt saman meðan við búum við það að við getum ennþá bent á staðina þar sem að Íslendingarsagna heitirna bjuggu og nöfnin eru alveg óbreytt sem er náttúrulega bara alveg einstakt. Og saga fyrir þetta svæði er líka hérna á þessum eyjum sem eru sjást ekki á kortinu reyndar, kallaðar Hebrides á ensku. Og hérna er svona mynd af konum og börnum því að þau eru svolítið fyrirrúmi í mínum bókum og svona ég er svolítið að reyna að lyfta hlut kvenna í Íslendingarsögunum eða á þessum tíma vegna þess að það er svo lítið sagt frá því þar eru alltaf einhvern veginn svolítið baka til en vinnuframlag er að til dæmis það
allt sem er stóra vefstað sem að konan stendur við þarna, þetta allt saman byggt á fornleifum og upplýsingum, þannig þetta svona sem þetta kalla tilgátu mynd. Þessi vefstæðir þær ganga fram og tilbaka og vefa allt sem þarf að nota, öll klæði, bleiurnar á börnin, seglin á víkingaskipin. Víkingaskip fer ekki langt ef en ekki segl. Það kemur einhvern veginn hvergi fram að það þarf herkvenna í heilan vetur til þess að, og gríðarlegt magn af sauðfé til þess að búa til segla á eitt víkingaskip. Og þeir voru á mörgum skipum og og ég svona tek þetta svolítið með í söguna og geri auðið svona, og það sagt í Laxdal að hvernig þetta nú orðað, engin kvenmaður hafi komist úr jafnmiklum ófriði eins og hún með jafnmiklu fé og föruneyti og má af því marka hún var mikið afbragð annarra kvenna. Það var engin landnámsmanna sem fær önnur eins eftirmæli. En hvernig gat ekkja eða fráskilin kona orðið svona rík, þá var svolítið gáta að finna út úr því, þannig ég komst að því að hún hlyti nú eiginlega bara að hafa fært sér þetta nýtt, að konurnar gátu ofið og þær gera segl og selja orknaða jarli og öllum þessum köllum sem sigldu þarna höfin. Þarna eru svona bara svipmyndir á landslæginu, þetta eru hálöndin í Skotlandi og þarna til dæmis var fallið fjall sem heitir Ben Sulan, sem er náttúrulega bara Sulan, Ben er bara fjall í Gillisbanni. Ben Loyal hérna eru sem sagnir þjóðsaga að þarna hafi verið lesin upp lög í gamla dag, þess vegna heitir það Loyal, það þýðir bara lagafjall. Það er sem allavega sögnin á staðnum það. Þetta eru svona miklu vellir, þingvellir, þannig að auðvitað verður þing þar, haldið þing þarna. Og þetta heitir Suðurland, vegna þess að þetta er suður af Katanesi sem er nyrsta héraðið og suður af Orkneyjum og norrænu menn sem koma norðana, þannig að fyrir þeim er þetta svæði kallað Suðurland, sem er alltaf skrítið þegar við hugsaum það fyrir Breta sjálfa, þegar við horfa á landakortið og skoða næst nyrstu sýslu landsins, hún heitir Suðurland. Ákvæmlega einkennilegt. Síðan er ég svolítið upptekin í þessari bók af heiðinum sið. Mér finnst alveg gríðarlega spennandi að hugsa hvernig trúarlífi lifir þetta fólk og hvað skiptir máli og hvernig ákalla maður æðri máttavöld. Og setti saman úr svona brotakenndum heimildum í þjóðfræði og sagfræði og sögunum mynd af dísablóti sem er oft nefnt haldan á vetunóttum og og bjóð til sem sagt trúarathöfn, dísablót. Þar sem konur spá fyrir framtíðan og spá því að vígróða muni brátt slá á vikinga sem að ræddist mjög rækilega í þessari bók. Og þá held ég að ég þakki bara fyrir mig og þarna eru svona einfalda leiðbeiningar hvað maður á síðan að gera þegar maður kemur heim og er með Facebook. Þá fer maður þessa síðu sem heitir djúbóka og segir like og þá fær maður alltaf að vita það hvenær höfundurinn er kannski að lesa upp eða tala bókina sína eða fær einhverja rosalega góða dóma. Fékk fyrsta dómin í dag. 3 vikna að bíða enda, þetta er skelfilegu tími. Því stundum hugsa ég, af hverju er maður að þessu? Þetta er bara svo erfitt. En nú er biðinu lokið og hann var bara mjög góður. En þá bara þakka ég kærlega fyrir mig.